Laddi, Já. þú ert búinn að vera með marga karaktera og ert núna á Hótel Sögu og það víst ævintýralegt hvað þú fljótur að skipta Hvað ertu lengi að skipta og breyta þér úr Þórði húsverði í Eiríkfjallar? Ég svona 10-15 sekúndur, hvað fyrir? 10-15 sekúndur. Og þú er aldrei reynt þetta áður að vera með svona skemmtun. Færði ekki óskaplega mikið út úr þessu? Jú, þetta er mikil útrás. Er það ekki? Jú, kík. Þú ætlar að gera eitthvað meira í þessu? Ætlar að fara með þetta eitthvað í landið? Ég veit það ekki, það er svolítið erfitt. Þetta er svona... Já, þetta er erfitt í sniðum. Já. Já. Drekkur í kaffi, Laddi? Já. Já, nú er nefnilega það, Laddi, nú er gaman að sjá þig breytast hérna. Fílamaðurinn var nefnilega nýlega í sjónvarpinu. Já. Þú hefur leikið þarna, hvað heitir það, Mófreður? Mófreður Metúsalemsson. Já, já. Fyrir 11 árum að þá var nefnilega atriði til sem ég rámar í. Þessi Mófreður, það var tekið viðtal við hann víða land. Jú, Og jú. það er rétt að geta þess að þetta viðtal, þegar það var tekið að þá var 1 ár frá þjóðhátíðinni. Nú var ég gaman að sjá þig breytast í Mófreð. Mófreður þessi er elsti maður á Íslandi. Það kemur í ljós þegar að farið er að athuga með nýjustu tölvutækni, gamlar kirkjubækur, að hann hefur verið skráður rangt. Hann er fæddur sem sagt 1863 og er þess vegna orðinn næstu því að hann er komin vel yfir 110 ár. Hann er orðinn 113 ára. 14 held ég nú. Já, jafnvel 14. Ja, þetta er ekki alveg, og þetta er Mófreður, já, sem er að koma hér. Þú segist þér að 10 sekúndur af þessu á Hótel Sögu, en hérna sjáum við þetta gert í róleitum eins og við hinn myndum sennilega... Segðu mér Mófreður! Mófreður! Hvað sér það? Mófreður! Já. Mér langar til að spyrja þig, þú varst nú upp á eldrisleið. Manstu eftir þjóðhátíðinni? Jú, það skal mjög bastir henni. Það voru ræðuhöld allan daginn og bara dálfa að kjafta því. Já, það er nefnilega það. Já, já. Sástu Danakonung? Var hann þetta? Já, já, hann var á þjóðhátíðinni. Já, nei, ég hlýt að vera búinn að slökka á sjónvarpinu þá. Heyrðu, þú ert með skakka þjóðhátíð í huga. Þú ert að tala um þjóðhátíðina 1974, ég er að tala um 1874. Nú, var einhver önnur? Já, hún var 1974, þú ert orðinn 114 ára gamall. Ég hef þá bara mistað heilmiklu. Já. Þegar þú segir mér er búið að vera gaman. Heyrðu, við skulum snúa okkur að öðru. Mófreður. Það ekki snúa öðru? Nei, að öðru málefni, Mófreður. Að öðru málefni. Já. Það skal mér gera það bara. Já, manstu nokkuð eftir Jóni forseta? Já, ég var á honum. Á honum? Já, ég skal mér og meira að ég fórst með honum. Þú? Já. Nei, heyrðu, ég átti ekki við togara Jón forseta, ég átti við Jón Sigurðsson forseta. Já, nei, ég hef aldrei verið á honum. Já. Manstu nokkuð eftir Hannesi Hafstein? Já, ég ætti nú að muna eftir honum. Það var hann sem skipulagði leitina með því í týndisum dagi. Já, nei, ég átti við Hannes Hafstein hann aldamótin, já. Já, nei, hann fann mig aldrei. Heyrðu, þú hefur nú gert ýmislegt dagana. Já. Hvað er það sem þú hefur sinnt lengst? Hvaða starfi hefur stundað lengst? Svo ég var nú refaskitt í 30 ár. Í 30 ár? Í 30 ár, já. Já, og hvers vegna hættirðu því? Nú, ég náði déskottasrefnum. Já. Já, öldinni sem leið, það er nú svo mikið breyst tískan. Já. Tískan er breyst svo mikið. Er það? Já, manstu nokkuð eftir fötunum hérna á öldinni sem leið? Fötunum? Já, Ég er nú aðeins ræddur um það. Geturðu lýst fötunum á síðustu öld? Já, þær voru svona kringlóttar og tré með haldi svona. Ég var að segja, geturðu lýst skjólfötunum? Já, nei, ég skal mín annarkvort hétt þetta skjólur eða fötur, ekkert skjólfötur. Þú ert orðinn eitthvað ruglar í þessu. Hvað er þú orðinn gamall, sérðu? Heyrðu? Já. Hvað hef ég séð þig? Mér finnst ég kannast við þig eitthvað. Þú er ekkert séð mig áður. Jú, ég hef séð, já, heyrðu. Er ekki myndaðir utan á hann að mjólkurhindunum? Nei. Þú er ekkert séð mig áður. Það er einhver annar, sko. Já. Segðu mér hérna, Mófreður. Þú hlýtur að muna eftir mörgum merkisatburðum og byltingu sem hafa gerst í þjóðlífinu. Jú. Manstu eftir því þegar að bíllinn kom? Já. Ég man líka eftir því þegar hann fór. Manstu nokkuð eftir þegar útvarpið kom?
Já, það var í bílnum. Heyrðu, já, nú man ég hvað ég sé þig. Já, það myndaði utan á það kartöflupokkanum, var það ekki? Nei. Jógúrstóllunum. Nei, það er engin mynd að minni, það er ekki með þetta rugg. Hvar hef ég séð? Manstu nokkuð eftir því, hérna, hefur nokkuð að flogið? Já, einu sinni flög ég. Og hvenær var það? Já, það var þannig, skal ég segja, ég var upp í Hallgrímskirkjuturni, var þetta, og datt fram og flög niður. Það getur ekki verið, Hallgrímskirkja var ekki til þá. Ég get ekkert gert að því. Heyrðu, nú man ég hvað ég sé þig. Nú. Keyrurðu strætó? Nei, ég ger ekki strætó. Manstu nokkuð eftir fyrstu útvarpsdagskráni? Nei, Af hverju það var ekki? bíllinn farið, sko, með útvarpið. Þú ert búin að vera marg giftur. Já, skapið góð, já. Fyrsta. Já, látt hann Agnesi vera. Ha? Látt hann Agnesi vera, þú veist Ég nefnilega ger ekki neitt. Jú, veist nefnilega hvað gerist ef að Agnes hérna eignast drengi. Þá Nei. eru þeir kallaðir Agnesingar. Já. Heyrðu? Ég vil ekki taka þátt í því. Ha? Heyrðu, fyrsta konan þín, þú manst eitthvað eftir henni? Nei, sko, það er svo loss síðan, ég maður ekki þetta. En önnur kona þín? Það var allt önnur konar, skal ég segja, allt önnur konar, ég líkaði mikið saman. Já, en þriðja konan? Já, hún skildi við mig, skal ég segja, hún var alltaf að jagast í einhverju smáatriðu svona, það bara einhverju smámál svona, það var alltaf tótt í jaga, svo hún bara fór. Nú, smáatriði, hvaða smáatriði? Já, svona, sko, ég er bara tók í vöruna, sko, Já. og ég spýtti alltaf á baki á henni. Af því hún var alltaf fyrir, sko, ég gæti ekki gert að því. Þessum, hérna, fjórða konan? Fjórða konan? Já, hvernig? Já, hún dó, skap mín. Nú, já. Já. Hvernig dó hún? Hún, skal ég segja, borðaði eitraða síld. Já, hann er blað það. En fimmta konan? Nú, hún borðaði eitraða síld líka og dó. Og dó út af því? Já. Já, það var sorglegt. En sjötta konan? Sjötta kona, hún dó líka. Hvernig dó hún? Hún höfuðkúpu brotnaði. Nú, já, hvernig stóð því? Hún vildi ekki eitraða síld. Heyrðu, já, nú man ég hvað ég sé þig. Nei, þú Jú, nei, það myndaðir utan að 10 krónar seðlunum, ekki? Nei, það er engin mynd að mér neinst að það er hvergi. Hvergi? Jú, á náttborðinu hjá konu minni. Já, það er það sem ég sá hana.